Veröldin var ennþá ung, var fíllinn ekki með neitt með rana. Hann var bara með stórt og dökkgrátt nef, svona álíka á stígvél. Hann gat sveiflað því til hliðana en hann gat ekki tekið neitt upp með því. En það var eitt fíll, ungur fíll, fílungur, sem var öðruvísi en allir hinir fílarnir af því hann var alveg óstjórnlega forvitinn. Sem þýddi að hann var alltaf að spyrja spurninga. Og hann átti heima í Afríku og hann spurði alla sem hann náði til. Hann spurði hinn fótfráa frænda sinn strútinn hvers vegna fjæðrirnar á honum yxu einmitt svona. Hann spurði hinn hávaxna frænda sinn gíraffan hvers vegna væri svona flekkóttur. Hann spurði hinn gildvaxna frænda sinn flóðhestinn hvers vegna væri svona rauðeygður. Og hann spurði hinn loðna frænda sinn apan hvers vegna við þær lóðurnar væru einmitt svona á bragði. Og enn var hann alveg óstjórnlega forvitinn. Eitt góðan veðurdag datt fílungunum í hug alveg bráðsnjöll og spáný spurning sem hann hafði aldrei spurt áður. Og spurningin var: hvað éta krókódílar í kvöldmat? Fílungin rakst á kólokólofuglinn sem sat í krækjurunna og sagði við hann: Pabbi minn lamdi mig, mamma mín lamdi mig og allir frændi mínir lömdu mig að því ég er svo óstjórnlega forvitinn. En samt langar mig ennþá til að vita hvað krókódílarnir éta í kvöldmat. Kólokólofuglinn skrækti dapurlega og sagði honum að fara niður á bakka hins mikla grágræna og leðjublanna Limpopo fljóts þar sem myrtu viðurum vex og fá þar svar við spurningu sinni. Í bítið næsta morgun lagði fílungin forvitni upp í þessa löngu ferð. Hann tók með sér nesti, 50 kíló af bananum, 50 kíló af sykurreyr og 17 melónur. Hann kvaddi ástherra fjölskyldu sína sem lamdan einu sinni svona í kveðjuskyni og svo gekk hann af stað. Á göngu sinna át hann melónur og hann lét börkin liggja á jörðinni þegar hann gat ekki tínt hann upp. Hann hélt frá Greyjansboro til Kimberley og frá Kimberley hélt hann í norðaustur og alltaf var hann að hakka í sig melónur. Loks kom hann fram á bakka hins mikla grágræna og leðjublandna Limpopo fljóts þar sem myrtu viðurum vex alveg eins og kólokólofuglinn hafði sagt honum. Nú verðið þið að hafa það hugfast að fram til þessa dags, þessara stundar og þessarar mínútu hafði fílungin aldrei séð krókódíl, svo hann hafði ekki hugmynd hvernig krókódíl leit út. Fyrsta dýri sem hann sá þarna var dvílið kirkjuslanga. Fyrirgefðu, sagði fílungi kurteislega. Hefurðu séð eitthvað sem heitir krókódíla á þessum slóðum? Hef ég séð krókódíl? Sagði dvílita kirkjuslangan. Hvað ætlir þér dett í huga að spyrja næst? Já, fyrirgefðu, sagði fílungin, en gætirðu kannski sagt mér hvað hann étur í kvöldmat? Þetta er skrýtil, sagði fílungin. Pabbi mín lamdi mig, mamma mín lamdi mig og allir frændur mínu lömdu mig af því að ég er svo óstjórnlega forvitinn. Var það kannski líka þess vegna sem þú varst að lemja mig? Hann kvaddi dvílitu kirkjuslönguna og hélt áfram göngu sinni eftir bökkum hins mikla grágræna og leðjublanna Limpopo fljóts þar sem myrtu viðurinn vex. Loks nam hann staðar frammi fyrir einhverju sem að hélt að væri trjábollur, en hann var í raun og veru krókódíl. Og fyrirgefðu, sagði fílungin kurteislega, hefurðu séð eitthvað sem heitir krókódíl á þessum slóðum? Komdu nær, væni minn, sagði krókódílinn. Hvers vegna ertu að spyrja því? Já, fyrirgefðu, sagði fílungin. En pabbi minn lamdi mig, mamma minn lamdi mig og allir frændir mínir lamdi mig og tvílita kirkjuslangan sem lamdi mig langfastast og ef þið verið saman langar mig bara alls ekki til að láta lemja mig meira. Þér er alveg óhætt að koma nær, væni minn, sagði krókódílinn. Ég er krókódílinn.
og hann grét krókódílstárum til að sýna að hann segði satt. Þú ert einmitt sá sem ég er að leita að, sagði fílunginn glaður. Viltu vera svo góður að segja mér hvað þú étur í kvöldmat? Komdu að nær, væni minn, sagði krókódíllinn. Þá skal ég hvísla því að þér. Ég held að í kvöld byrji ég á fílunga. Æpti fílunginn. Þú meinar. Já, hrópaði fílunginn. Þetta er einum og harkalegt fyrir mig. Tvílita kirkjuslangan heyrði til hans og hugsaði. Ó, fílunga kjáni, þarna sérðu hvað hefst upp úr þessari óstjórnlegu forvitni þinni. Ef ég hjálpa þér ekki verður þú áræðanlega kvöldmatur krókódílsins. Og hún togaði og krókódíllinn togaði. En fílunginn og tvílita kirkjuslangan voru sterkari. Þegar fílunginn var búinn að þakka tvílita kirkjuslangunni fyrir að bjarga lífi sínu, lagði hann laufublöð að bananatréð teygt nefið. Í þeirri von að það skrippi saman aftur. Hlussaði tvílita kirkjuslangan. Sumir gera sér ekki grein fyrir því þegar eitthvað gott hefur hent á. En fílunginn sat og sat, klukkutímum saman og beið eftir því að nefið styttist. En það styttist ekkert. Krókódíllinn hafði nefnilega teygt svo á því að það var orðið að rana. Eins og allir fílar eru með nú á dögum. Þetta var kostur númer 1, sagði tvílita kirkjuslangan. Þetta hefur ekki getað gert með gamla nefkluppinum þínum. Kostur númer 2, sagði tvílita kirkjuslangan. Þetta hefur ekki getað gert með gamla nefkluppinum þínum. Kostur númer 3, sagði tvílita kirkjuslangan. Þetta hefur heldur ekki getað gert með gamla nefköpnum þínum. Hvernig finnst þér að láta lemja þig? Mér finnst það engan veginn gott, sagði fílunginn. En hvernig lítist þér á að lemja aðra? Spurði tvílita kirkjuslangan. Það lítist mér feikilega vel á, sagði fílunginn og hló. Sagði tvílita kirkjuslangan. Þú ert eftir að sjá að nýja nefið þitt er mjög hentugt til að lemja aðra með því. Fílunginn þakkaði henni fyrir ábendinguna og sagði skyldu muna þetta þegar hann kæmi heim til ástkæra ættingja sína. Hann kom heim seint kvöld og vafði ranan upp til þess hann sæist ekki, svo heilsaði hann ástkærum ættingjum sínum. Allir urðu himinlífandi að sjá hann og sögðu: Komdu hingað snöggva svo við getum lamið þig fyrir alla forvitnina. Aha, sagði fílunginn. Þið kunnið ekkert að lemja, ég skal sýna ykkur. Ó, farðaði kolhúðan banana, veinuðu systkin hans. Hvar lærður þetta og hvað hefur eiginlega komið fyrir nefið á þér? Ég fekk nýtt nef hjá krókódílnum á bökkum hins mikla grágræna og leðjublanna Limpopo-fljóts, sagði fílunginn. Ég spurði hann hvað hann ætti í kvöldmat og hann gaf mér þetta nef að skilja því. Það er ljótt, sagði hinn loðni frendi hans apinn. Það er satt, sagði fílunginn, en það er til innfylst að hluta nytsamlegt. Að lokum þoldu ástkærir ættingjar hans ekki lengur þessar óstjórnlegu barsmíðar og allir fílarnir fóru niður á bakka hins mikla grágræna og leðjublanna Limpopo-fljóts og fengu nýtt nef hjá krókódíl. Eftir það lamdi engin neitt og síðan þann dag hafa allir fílar sem þið sjáið og líka hinir sem þið sjáið ekki rana sem er nákvæmlega eins og rani forvitna fílunga.